Þetta verður þryggjastætt tap í hörkuleik á móti sjóðandi heiti liði Keflavíkur. Hvað var að gerast hjá okkur hér í dag? Hvað tapið þessum heldurum? Fyrir þriðja. Það fyrir að gera svona varnarmistök sem við eigum verið með á hreinu og svo sömuleiðis eitthvað svona stirðar sóknarlega, bara svona spacing og svona lítil atriði sem skipta rosalega miklu máli af því að maður veit alveg þegar það er svona jafn leikur að þá mæta bæði lið brjáluðs til leiks í seinni hálfleik, þannig að við hefðum oft verið aðeins skýrari þarna í seinni byrjun. Keflavík pressa svolítið stíft allan völlina eiginlega bara frá fyrsta leiklutu. Þið eigið svolítið í erfiðleikum með tapaða bolta strax frá byrjun. Vissuð þið ekki að Keflavík myndi pressa? Jú, við vissum alveg að því að það eru bara góðar í þessu og við erum bara, þú veist, það er náttúrulega hérna svona stutt liðin á tímabilina. Við erum bara svona að vinna í þessu að hvernig á að tækla þetta. Já. Þannig að eins og við vitum þá erum við ekkert vana svona mikilli boltapressu heima á Íslandi, þannig að við erum bara rosalega gott að þessu og við bara fögnum þessu að þetta sé svona og við bara bætum okkur í þessu. Þið Valskonur eru með hörku lið en hefur einhvern veginn ekki kannski gengið í svo stór leikinn hjá okkur núna það sem af er vetri. Ég meina þú kannski ekkert að hafa áhyggjur af því svona í byrjun október en hver er svona þín pæling á baka eða þú veist hvað? Við erum náttúrulega með nýja leikmenn í liðinu og svona þannig að við erum bara mjög staðilegt að liðið sér svona slípar svolítið saman og þú veist, eins og sér þá erum við með topp leikmenn en liðsins og ég var alveg fyrst að trúa að við munum slípa okkur saman þegar liður á tímabili, þannig að ég hef engar áhyggjur. Frábært. Takk fyrir. Takk.